Velkomin. Já, þakka fyrir. Velkomin sömuleiðis. Takk hérlega fyrir það. Hvað er skellinn? Ég er ferskur, en þú? Ég er góður. Mér finnst ógeðslega langt síðan við chillum saman. Já, hvernig var það? Við erum ekki búin að hittast síðan, bara síðan við tókum upp síðasta þátt, eða? Miðvikudaginn. Já. Fyrir 5 dögum. Það er samt alveg langt. Það er langt fyrir okkur. Tíminn er búin að líða fljótt, sko. Já. Hvað er búin að gera? Ég er ekki búin að fara í ræktina síðan við gerum það síðast. Gaur, ég er samt ángríns. Ég ræddi það í síðasta þetta að ég hefði verið svolítið lélugur í löpunum. Já. Ég var með hartspörur í svona 3 daga í löpunum. Í löpunum? Ég er ekki einu svona grínast. Þú tókst svona 7 framstig, sko. Ég veit það. Og fór svo í bekkin. Já. Ég sverða. Já. Ég átti bara erfitt með að lappa upp stiga, sko. Það er bara eitthvað vandamál. Það er bara, it's a problem. Shit, þetta, út af þú tókst svo lítið, sko. Pröfaðir hann að það sem við beygðum okkur líka í, hvað var það, 7 sekundur eitthvað? Já, einmitt. Hættir þar? Já. En það sem ég er búin að vera að gera undanfallum daga, ég er bara búin að vera með hartspörur, vorkennandi sjálfum mér. Já. Hvað er ég búin að vera að gera síðan þetta? Fyrir eitthvað bara chilla, ég komst inn í skóla. Já, ég fekk það sent í morgun. Til hamingju með það, maður. Þakkaði fyrir. Og bara í dagskóla? Já, dagskóla bara. Geðvikt. Byrja í janúar. Í janúar? Já. Það er bara næsta mánuð. Já. Sitt, hvað það bara eftir ákvörð mánuð, þá er ég bara á skólabekk. Það er í dagskóla, ég verð að koma í heimsókn og hitta kennara, annað smíðakennara. Já, klálega. Það er mínu menn. Ég já, við þurfum þá kannski eitthvað að færa hvenær við tökum podcastið. Já. Ég veit ekki að því ég á að fá metið eitthvað skilur úr MK, einhverja svona bóklega áfanga, þannig að sjáum til hvað þetta er mikið. Já, þetta er, ég man ekki alveg hvernig það var, ég held að þetta sé svolítið skipt, sko, þú veist, að það takir smíði og svo bóklegt. Já, og svo bóklegt? Ég man það ekki. Já, ok, skiptir ekki máli. Það er sem ég er búin að vera að gera, ég kom til inn í skóla, það er svona stærsta sem er að frétta þess dagana, og Björgvin var 10 mánaða. Já, til hamingju með hann. Þakkaði fyrir. Það er svo geðið, ég skil ekki að hvernig maður heldur ekki upp á 10 mánaða afmæli sitt sjálfur, skilur. Já, það er bara 9 mánaða, 24 ára og 9 mánaða. Eina fólkið sem heldur upp á mánaðarafmæli, það eru nýbakaðir foreldrar og fólk sem nýir og edrú. Já, en býttu, mér veist þú nú eftir að halda upp á þitt edrú afmæli, það var ekkert nýlega gert. Mánaðarlega? Nei, já, mánaðarlega, já. Ég gerði það fyrsta árið. Aha. Já. Og fekk ég mér vel eitt vindil fyrir hvern mánuð. Geðvikt. Það er svo að drýta sig. Geðvikt. Já. Svo reyndar fekk ég mér Versace sko þannig þegar ég var búin að reytra í 2,5 ár. Já. Mér finnst að það ætti að vera svona, að það ætti að vera þeng sko eins og hérna í Workaholics, þeir hérna héldu upp á Have Christmas. Hefur þið séð það? Nei. Það voru þeir með sko akkurat þegar það var skilur akkurat á milli jóla. Já. Þú veist bara í júní einhvern tímann. Þá heldur upp á Have Christmas, þannig að það var svona önnur svona litlu jól. Voru með jólatré og eitthvað. Mér finnst það alveg stemming sko. Já, það er stemming sko að með hérna svona plasttré. Já, einmitt. Ertu tím venjulegt tré eða plasttré? Ég er tím venjulegt tré heima með mömmu minni, en ég er tím plasttré hjá mér, skilur. Já, náttúrulega í fyrra var ég bara með eitthvað 30 cm bleikt jólatré, bara, sem var bara upp allt árið, sko. Ég bara tók það niður þegar ég flutti, sko. Þú veist, ég er ekki mikið að skreita heima hjá mér, sko. Nei, ég var ekki mikið að skreita, ég held samt að við munum skreita alveg eitthvað núna, sko, bara út af Björgvin. Já, og náttúrulega, já. En ég held sko að svona hitt fullkomna scenaríu fyrir mér er að fara með Björgvin og Söru og höggva niður jólatré. Já. Þú veist, einhvers staðar, bara í stemmingunni, skilur, höggva niður tré og svo bara skilja eftir og láta upp gervitré heima. Já. Þannig að við fáum stemmingun úr alvöru tré. Ég sé því alveg fyrir mig dett inn í það að fara að höggva niður eitthvað tré og verða þarna heldur að sé ekkert mál og ert svo bara hartspörur í hendurnar. Já, ert svo bara komin bera ofan einhvers staðar ískalt að höggva niður eitthvað tré með einhverjum hamri og skilja það svo bara eftir. Já, eða ekki það? Þetta er bara í náttúrunni, þetta er bara eins og að henda banana því. Þú mátt ekki taka tré bara einhvers staðar. Ég veit. Einhver sem á þetta. Ég myndi ekkert fara bara í einhvern garð í Laugarneskörunu. En hvað myndir þá? Ég myndi bara fara upp í Heiðmörk eða eitthvað. En það á einhver landið? Kópavogsbær. Já. Ég myndi fara bara í Guðmundulund. Það er í Kópavogi.
Ég er náttúrulega bærast með Kópavog sem er free pass. Já, mátt gera hvað sem er í Kópavoginum. Ég er með 3 strikes, ég er búið með 2, ég er ekki að tala. Er Guðmundur undir í Kópavoginum? Já. Já. Já, hann er hann upp í Vassenda. Já. Við fórum svolítið að grilla þarna þegar ég var í grunnskóla. Já, ég fór hana í sumar. Pabbi átti ammali. Frisbygólfvöllur þarna, meira þess að. Og mínigólfvöllur. Sæll. Já. Allt í boði? Það er allt í boði í Kópavoginum, kallinn minn. Hvað ert þú búin að gera? Ég er satt búin að vera út allt, sko. Ég var fyrsta miðvikudaginn, 5. daginn man ég ekkert hvað ég gerði. En á föstudaginn, þá fór ég á æfingu, án þín. Og svo fór ég, án þín. Svo fór ég heim til mín og fekk mér kjúkling. Svo náði Arolega í mig og við fórum í hellaskoðun út allt. Já, einmitt. Já, fórum fundum bara helli sem að Voru ekkert í official eitthvað með guide og eitthvað? Meini. Ok, googluðu bara hellar á Íslandi. Ja, hann var bara með eitthvað svona dæmi, já. Ok. Hann var með eitthvað möppu og fórum í eitt sem heitir Leiðarendi sem er fyrir utan Hafnarfjörð. Ég var til að fara með því þangað. Ég til það. Þar sem hann er kílómetra langur. Neðanjarðar. Er þetta bara rétt hjá stúdíónu? Já. Og þetta er styrla, sko. Gæðut. Og já, bara, og þetta er bara svona, fórum að inn og bara, hann er lengri, bara komin í 30 metra skilur og svo bara, hann er lengri. Hann til oss bara komin einhvern lengst inn og vorum með svona höfuljós, eins og einhverju krútkallar, sko. Pröfum að slökkva þeim og það er bara, ég hef aldrei séð eins dimmt. Ég myndi vera svo nájaður af því að þetta er þarna, skilur, stóri skjálfti eins og daginn. Já, en það er náttúrulega líka málið, það er náttúrulega líka spennan við þetta, skilur, að þú veist, að það eru, þú veist, dótbúið dett úr þækkinni, skilur, eða loftinu. Svo fórum við annað sem heitir Arnarker. Ég veit ekki hvort það sé hægt að kæra mig fyrir þetta, en hann er lokaður. Og það er búið að loka veginn, hann er hjá Þorlákshöfn. Ok. Og þetta sem við fórum í, skilur, þetta er öll þessi túrista, svona möpp. Það sem sér eitthvað svona, þetta er hér, ekkert af sér inn á möppunum út að þetta er frítt, skiljur. Þú veist, það er alltaf bara eitthvað svona, já, getur farið að skoða þarna en það kostar 7 skall, skiljur. Og við fórum hana og það stóð lokað á veginum, en við komum staðins lengra en það og keyrðum bara upp á þessu. Þetta er svona kér og það er svona stíi niður, hringstíi niður og svo ferði inn og það var creepy, sko. Og við föttuðum ekki alveg, sko, við heldum að vegurinn væri lokaður bara út af veðrið eða eitthvað. Skilur, þetta er svona eins og kemur helliseiðin eða eitthvað svona en okkur fannst bara fínt veður. Þannig við fórum hann inn og svo og það var alveg creepy, sko. Þú veist, við vorum bara að labba alla leið inn, svo svona skreið ég undir eitthvað og leið tilbaka og sá ég bara all lofti sem var fyrir ofan okkur var svona að leka niður að því endan, skilur. Þetta var ógeðslega creepy, sko. Bara að leka niður? Já, þú veist, þannig að, þú veist, það var svona þetta er lokað út af því það eru svona dropsteinar að það. Ok. Sem er eitthvað svona voða flott, skilur, og tekum mörg þúsund ár og fólk er eitthvað hrætt að það eyðileggist eða eitthvað. Þannig að við tókum fullt af þeim. Nei, við hefum ekki hugmynd þetta, skilur. Út af því að það var heldur ekki eins og stígin, það var ekki eins og í keðja eða neitt, skilur. Þetta var bara opið fyrir okkur. Fyrir utan skiltið sem stóð lokað. Já, ég held bara að vegurinn væri bara út af þetta var eitthvað sveitavegur, skilur. Okay. Og við fórum sérst út að borða á Þorlákshöfn eftir það og það var eitthvað sem sagði okkur að þetta væri bara actually lokað. Hellirinn. En skamma okkur ekkert, bara gaman að fá viðskiptavini? Já, nei, það var eitthvað sem var að borða hana. Ég hitti frængu mín þar og manninn hennar. Og það var geðvægt. Svo á laugardaginn, þá fór ég til mömmu minnar. Ég vaknaði eitthvað vel þreyttur að því, sko. Og fór upp í Hvalfjörð til mömmu í kaffi. Kúfti minn. Knúsaði mömmu mín alveg í tætlur. Og svo fór ég og hún og Bánsi, hundurinn hennar. Ekki lengur hundurinn ykkar? Nei, hundurinn hennar. Ég kem ekki nálægt þessum hundi. Ok, smá inside info. Huginn sem sagt fyrir, hvað er þetta, svona ár síðan, 1,5. Já. Þá er sem sagt, þá átt þú heim upp í Hvalfirði. Já. Þetta er örugglega svona 1,5 ár síðan. Já. Og væli í mömmu. Já, þetta væli í mömmuðinni að fá hund. Já. Eins og 6 ára barn. Bara fá hund á heimili, skilur. Já. Og náttúrulega máli var, við byggum í gráinum.
Já. Þau ákvað að flytja í Hvalfjörð og það var alltaf svona, já, við skulum fá okkur hund þegar við flytjum upp í sveit, skilur. En þú veist, ég vil samt koma fram að ég var samt alveg 23 ára og þú veist, þetta var nú kannski bara aðalega svona, hei, þið sögðu þetta. Fáum okkur hund. Já, og svona litla sýsti mín og svona. Já. Nema svo kemur hann og ég bara, wow, Bangsi Huginsson. Já, ég fæ endalaust að snöppum. Bangsi Huginsson, elsku Bangsi minn. Og ég postaði á Instagram, Bangsi Huginsson. Bangsi Huginsson og tókst hann bara ástarfóstur í svona 8 daga. Já. Þangað til að byrja að vera svolítið svona æstur, ekki bara liggja á kúra. En þú ert samt að segja, nei, hann lá bara kúru fyrsta daginn, sko. Það var eina skipti sem hann hefur kúra hjá mér. En þú veist, máli var... Tókstu bara svona mörg snöppaði? Já. En máli var að... Þú veist, þetta kemur svo illa út. Þú veist, máli var að hann eitthvað ruglaður. Og var, skilur, og hann svo erfiður, skilur. Og ég held að þetta sé bara eitt með streituvaldandi fyrir mömmu sem hefur gert, skilur, þessi hundur, skilur. Og hérna... En... Svo fóruðu með hann í hundaskóla og hann var á botninum en hann fekk verðlaun fyrir mestu framfærið. Það ekki ekki. Hann orðinn allt annan núna. En þú hatar hann samt? Nei, ég hata hann ekkert, það bara grín, skilur. En hann var, þú veist, máli var að þú veist, það var bara svo ógeðslega leiðilegt að geta aldrei hitt hann án þess að hann væri bara að naga allt sem ég er í og þetta var orðið þannig að ég var farin að fara heiman út gluggann í herberginu og koma heim inn gluggann minn út að ég bara meikaði ekki að hitta hann, sko. Út að þetta er svona eins og að byrja daginn, ímyndaðir ef að þú myndir alltaf vakna og rífast brútal við Söru. Pældi ég hvað væri, þetta er svo leiðilegt að fara þann út í daginn, sammála. Já. Þú veist, byrja bara daginn á einhverju ömurlegu. En þetta ekki smá eins og að vakna við grátandi barni, eða? Nei, ef grátandi barni væri bara, geti drepið þig, skilur. Já. En þú veist, en þetta bara eins og að byrja daginn alltaf á einhverjum ömurlegum fréttum, skilur. Þú mætir út fesku bara á leiðinni í bæinn, skilur. Og það bara hundur sem bara og ég gat aldrei farið í neinn föt sem ég fíla. Og það, þú veist, þau eyðilöðust bara, skilur. En þú veist, þetta náttúrulega bara hundar mismunandi og mismunandi... Og innan ekki tala þetta. Nei, þú veist, hann var með hérna aðskilnaða kvíða og eitthvað svona bull, skilur, sem lét hann bara vera eins og bjáni. Nei, en þú veist, mér þykir vænt hann, skilur, en þú veist, en... Þið eru bara ekki félagar? Jú, ég veist, það keyra svo mikið á þetta, að hann bara erfiður, skilur, og var það, en ekki lengur. Ok. Og hann góður núna. Það er gott. En þú fórst til mömmu og Bangsa helgina? Já. Af því að þú veist eitthvað gett þreyttur á því. Hittur upp í Hvalfjörð? Og fór í fjallgöngu með mömmu. Já, ok. Duglegur með þér. Hellaskoðun, fjallganga og ræktinn og... Þetta er bara lífstíl. Já. Og málið er að David Attenborough náttúrulega búin að vera svolítið lengi á toppnum í þessum bransa. En hann orðinn gamall, skilur. Og það og ég sé, þú veist... Komið tímið fyrir ferskt blóð, eða? Mér finnst það. Mér finnst ekki það að ég sé eitthvað að fara að ýta honum út. Meira bara að þú veist, taka við á honum þegar hann ákveður að hætta. Þegar hann rétti þér keflið? Já, þegar hann rétti mér keflið, sko. Því að þú veist, hversu lengi getur einn maður verið á toppnum? Einmitt. Og ég er ekki að fara að gera allu að því að taka toppinn af honum. En ég veit að leið og hann, þú veist... Hættir? Já, vegst í helgan stein. Nákvæmlega. Að þá ég mættur, sko. Og þú veist, og búin að fara í fjallgöngu og hellaskoðun og hérna... Með sigg á höndunum og tilbúin í slægin. Já, þú veist, í rauninni, sko. Og þú veist, þetta er bara svona það sem ég sé fyrir mig, sko. Að einhvern veginn, já, bara breyta síni heimsins á náttúrunni, sko. Ég styð þetta. Takk. Mér finnst það geggjuð framtíðarsýn hjá þér. Já, mér datta bara í hugum helgina, sko. Og þú veist, já, ég held að sé margir sammála því að það er búið einangræna markað nú lengi, sko. Já, þetta er bara alveg út í róa hött. Ég borðaði svona 3 pítsur helgina. Já, næs. Keto-pítsur, Já. Ég sá að bakaði keto-köku líka. Já, bakaði keto-smákökur. Já. Var næstu því... Er það gott? Hvað vantar í þér? Sko... Hvað er ekki í þeim sem er í venjulegum? Sykur, hveiti, já. Og eitthvað svona... Ég held að sé bara það. Ég veist, eitthvað rosa mikið meira í... Já, svona... Það er bara eftir hvernig smákökur þú ert að gera. Já. Sko, Söru finnst þær ógeðslegar. Já. Mér finnst þær bara fínar. En ég held að það sé líka bara að því ég er orðin frekar vondu vanur. Já. En ég var næstuði búin að miðstíga mig
í gær. Aha, Já. hvernig? Ég var næst búin að fara að kenni, sko. Aha. Það munaði litlu, sko. Sara var henni langaði svo mikið í kjúkling og ég sagði, þú getur farið á Hanan eða þú getur farið á kenni. Ég var ekki það lista mikill, sko. En eitthvað, þú getur farið á kenni og ég svona, það bara í kenni. Og svo endaði hún á að segja, nei, ég ætla bara Hanan. Og ég eitthvað, ok, þá bakaði ég bara keto smákökur. Þú ert þess að fyndi með þetta, þú fer svo sko, þú ert keto, en þú ert ekki tilbúin að sleppa sætunum. Nei, ég er það sem er kallað dirty keto. Já, og þú tekur þetta, þess að þú varst að gera þarna, hvað varst eftir að gera? Karamellu? Já, ég er ekki búin að gera eina karamellu í þessari keto-mennsku. Nei, út af núna eru komin keto brownies og þú ert að smakka þann daginn, það var alltaf lægi, en ég held að, þú veist... Keto karamellun er samt geggjuð, ég þarf að hendi þér svoleiðis. Mér finnst allt keto, þetta sem við lagum mér að smakka, þetta er allt svona fínt, en ég gæti aldrei borðað mikið af þessu, skilur. Þetta er svona smá eins og... Já, það er svolítið, þetta er náttúrulega svo ógeðslega mikið fita í þessu. Að maður verður mjög fljótt svona, þetta sem er geðveikt. Já. En ég er að nálgast 3 vikur, ekki morgunveldur inn, þá var ég búin að 3 vikur keto. Shit. Já. Það er svoleiðis, það er það sem ég er búin að pítsur og kökur. Já, bara pítsur og kökur og Pepsi Max, Cherry og bara allir fiskir. Geðveikt. Ég er einmitt, ég byrjaði morgun. Já. Ég er að tellja honum í mat. Já. Já, ég er með MyFitnessPal. MyFitnessPal. Og þar set ég bara inn það sem ég er að borða og hvað ég þungur og hvað ég vil vera þungur og stefni á að vera 63 kíló fyrir janúar. Ég mitt gera þetta líka daginn, ég dætti í smá svona manju. Já. Eins og ég á til að gera í þessum málum. Já. Og við báðir jafnvel. Já. Allavega ég stáðanlega MyFitnessPal hana, borga eitthvað pening fyrir það til að sjá eitthvað meiri upplýsingar. Já. Skanna inn, einn daginn. Skanna inn, einn daginn. Og ég fer til þín, manstu, og þá er ég að, þú veist, að skanna inn eitthvað Red Bull dós og eitthvað. Svo er ég ekki búin að skanna inn síðan þá. Já. En ég fæ notification 3 sinnum á dag. You haven't logged your lunch today. En byrju, hvað er þetta langt síðan? Þetta eru 2 vikur eða eitthvað. Já, 2 vikur. Nei, 3 vikur. You haven't logged into your lunch today. Og svona gera grína mér, skilur. Já. You forgot to log in your breakfast. Would you like to do it now? Bara væntanlega ekki. Sérstaklega, sko, ég gerði þetta áður en ég byrjaði keto. Já. Og svo var ég, skilur, í bullunni í svona viku. Og þá leið mér bara eins og fucking aumingja þegar ég var, skilur, bara að slátra pönnupítsu eða eitthvað. Já. Og það kom, kling, you haven't logged your lunch today. Would you like to do it now? I would not like to do it now, my friends. I would not. Já, hefur einhvern tímann, ég er ekki að hæðast. Já, drullum. Nei, nú erum við komin út í átaksumræðuna. Hefur einhvern tímann tekið, þú veist, átak og bara... Það sem ég reyni að fara fullkona millivegin? Nei, jú. En líka bara átak sem að þú veist endist, skiljur, út af því að, sko, og ég er ekki að segja ég náði, skiljur, en mér veist ég kannski vera fyrst núna náði, skiljur, að ekki átak heldur bara svona... Þú ert líklegri til árangurs í þeim málum heldur en ég er náttúrulega rosa yktur í öllu sem ég geri. En mér finnst þú, sko, annarkvort, ertu bara, færður ekkert næs, og grennist 10 kíló, og svo færður allt næs. Og bætir að þið 10 kíló eða eitthvað, skilur, ég er alltaf þetta er bara fullkomlega rétt álega. Nei, ég tók í fyrra, ég vona að það sé skemmtilegt að hlusta á þetta allavega, ég tók í fyrra, þá reyndi ég að fara fullkomlega millivegin. Og þá er ok, ég er ekki keto, það er ekkert svona dæmi, skilur, ég er bara vel hollari valkostin. Ég er ekki bara að borða salat allan daginn, skilur. Vel bara hollari valkostin. Þetta endist í svona 3 vikur. Og þá var, þú veist, það var aðeins lengra frá hollari valkostunum, skilur, og sem endaði náttúrulega bara í Ben & Jerry's og pönnupítsu, skilur. Já, ég hef líka oft, þú veist, eins og með ræktina og eitthvað svona átökur, svona, ég hef oft byrjað og svo dottið út, skilur, bara svona sprungilegt, sko. En mér finnst núna er ég alveg búin að vera í 3 vikur eða mánuð eitthvað. Fólk er auðvitað að hlæja á okkur, sko. Og mér finnst það bara geðveikt, skilur. Mér finnst það bara geðgaman og mér finnst gaman að elda og eitthvað, en þú veist, ég á það til að, þú veist, verðlauna mér, sem maður á að gera, en þetta er svolítið, eins og laugardaginn fekk ég mér, sko, fekk mér ginger, hjá þess mat.
Nei, og að því að þú borðaði það var laugardaginn. Ég fór til mömmu og fekk mér eitthvað svona bakarísdæmi. Já. Svo fór ég í fjallgöngu, svo fór ég til Aron Guðmunds og fekk mér kjúklingapasta. Svo var ég með svona súkkulaði pipamöndlur. Svo var eðla þarna einhvers staðar og eitt sett bitar. Já, þannig ég er svona á til að leyfa mér aðeins svo mikið þegar að því kemur. Sko, ég og þú eigum það sameiginlegt. Burt séð frá því hver er lengi á keto eða hver er duglegri að taka fætur. Já. Þá eigum við til að vera ekkert eðlilega góðir við sjálf okkur. Já. Sem að kemur sér vel stundum. Já. Og stundum kemur það sér frekar illa. Eins og, þú veist, ég er búin að sjá mynd af, ég er búin að sjá svona ársgamla mynd af mér og ársgamla mynd af þér. Ég ætla bara að segja, við lítum betur út fyrir ári. Aha. Já, maður. En þetta er COVID. Sástu hvað ég á fljótur réttlætað fyrir sjálfum mér? Já. Ég fatt það ekki eins og niður. En þetta er COVID. Já. Þetta er COVID að kenna. Þetta er ekki pönnupítsunar. Þetta er ekki mér að kenna. Ég ætla bara að segja í þættinum að nú er ég að fara að ríða mig í gang, sko. Já. Og ég ætla bara að gera það. Ok. Ég sé til. Já, en svo erum við líka, ég allan er svo vanafastur, skilur. Þess að núna bara sístu mánuðin hefur bara fengið mér alltaf bara egg. Þú veist, fyrir æfingu, kem heim, elda mér egg, þú veist, með papriku og spínat og eitthvað tóti. Verður ekki þreytur það, Ég var bara að æla heima á mér í morgun. Já, ég meika eiginlega ekki egg eftir mínar keto raunir, sko. Það er bara, ég er komið ógeð fyrir eggjum, sko. En egg og bacon, ég held að baconu myndi... Já, ég er komið ógeð að baconu líka, sko. Já. Heyrðu, ef að tjekka í Hubquiz og Nutquiz. Já, ég til að... Hubquiz og Nutquiz! Hubquiz og Nutquiz! Í boði mögulega þín, kæri fyrirtækja, eigandi eða markaðsstjóri. Eða bara einstaklingur. Eða einstaklingur, já. Sem vil bara marka sér sjálf á sig. Já. Á ég að byrja þú? Ég byrjaði síðast, þú byrjaði núna. Forsetar. Yes. Á Íslandi. Hafa verið margir. Vigdís Finnbogadóttir var forseti okkar. Árabil. Já, já. Og þú varst með spurningu um daginn. En hvaða tímabil var Vigdís Finnbogadóttir forseti Íslands? 86-96. Lókasvar. Vitlaust. Tjöfullin. Hvað er hún? 80... 1980-96. Þetta er alltaf 4 ár. Já, ég veit að ég hugsa ekki nóg þarna. Nei, ok. Ég veist svona að það hætt 96. Já. Heyrðu, Michael Jackson. Já. Elskaður og dáður af mörgum. Já. Hann á sem sagt mest seldu plötu allra tíma. Já. Hvað heitir svo plata? Bad. Ok, nei, Thriller. Bad. Lókasvar. Það er rangt, það er Thriller. Ói, og hvað er næst best að Bad það? Já, örgulega. Ói, og svo örgu. Við þurfum aðeins að lækka niður í egóun okkar, sko. Ég sagði Bad, en svo skipti við í Thriller, en svo fór ég aftur í Bad. Já. Adidas og Puma. Já. 2 risar. Já. Í sinni stétt. Sko. Í sinni stétt. Hvað tengir stofnun Adidas og Puma? Annað en það að þeir eru íþróttamerki. Já. Já, það er líklega að það eru bræður sem stofnuðu þessi merki. Já. Þeir byrjuðu náttúrulega saman og svo var yfirildi uppi og þeir hættu að gera skó saman en þeir stofnuðu Adidas og Puma. Einmitt. Það er legendary. Það er illað. Já. En já. Áfram með þetta. 1-0. Áfram með þetta. Númer 2. Já. Eitt af þínum uppáhaldslögum þessa dagana er ég man ekki hvað heitir en það er með Lil Nas X. Já. Veistu hvað heitir? Holiday, já. Lil Nas X En býttu ertu bara að tala út að við vorum að tala það á það? Já, það er bara eitt af þínum uppáhaldslögum. Ok. Hann náttúrulega skaust upp á stjörnuhiminin í fyrra með laginu Old Town Road. Já. Lagið var ekkert eðlilega lengi á Billboard listanum, nummer 1. Komast þeirra engin önnur lög að. Nefnum náttúrulega í sætin fyrir neðan. Já, eða þú vilt horfa á þannig. Eitt af þessu, en nefndu 4 eða 4 artistnöfn eða eitthvað sem remixuðu Old Town Road.
Það var náttúrulega mjög mörg remix af þessu. Já. Hérna, Billy Ray. Rétt. BTS. Rétt. Þú átt 2 eftir. Já. En ekki bara 4 remix? Nei, það eru fleiri, sko. Já. Ég sagði Billy Ray. Da Baby. Nei, hann var Panini. Tíminn að stríða okkur. Bíðu. Þetta eru sem sagt... Þetta svolítið mörg nöfn til að fá. Hvað meinarðu? 4. Já. BTS. Já, það er rétt. Billy Ray. Þú ert komið með það, já. Ertu með þau skráð þarna? Ég er með þau skráð, já. Veit ég hverju þetta eru? Já. Leið mér að hugsa, já. Ég gefst upp. Ok. Það var það sem er eftir Young Thug. Hann gerir mjög stórt rýmis af þessu. Diplo gerir líka stórt rýmis af þessu. Mjög stórt rýmis? Mjög stórt, ekkert eðlilega stórt rýmis. Og Lil Wayne. En af hverju er þetta svona stórt ef ég man ekki eftir þessu? Þetta var alveg, Young Thug rýmis var allavega huge, sko. Aha. Já. Stærra en original-lagið og fyrsta rýmis, eða? Nei, en það var stærra en BTS. Já. Allavega í hinum vestræna heimi. Ég held að ég hef bara munið BTS og það með hans það svo steikt. Já. Flott spurning, ok. Raðaðu þessa ungu menn í aldursröð. Ok. Jack Black. Já. Akon. Ok. Snoop Dogg. Já. 50 Cent. Og Dr. Dre. Doktorinn. Dr. Dre, ok. Dr. Dre. Dr. Dre. Þannig að þetta er Jack Black, Akon, Snoop Dogg, 50 Cent og Dr. Dre. Já. Dr. Dre er elstur. Ég ætla að segja að Snoop Dogg... Nei. Dr. Dre er elstur og... fuck, ég veit ekki, ok. Ok, 50 Cent er yngstur. Svo eftir honum kemur... Þetta er smá trikki, sko. Já. Það er ekkert alltaf mikið á milli þeirra. Ok, ég ætla að segja 50 Cent, Jack Black, Akon, Snoop Dogg og Dr. Dre. Það er rám! Nei, Það er 50 Cent, já, yngstur, já. Akon, Svo Jack Black, svo Snoop Dogg. Jack Black, Dr. Dre. Já, ok. Tjöfullin maður. Hvað það var kvikindisleita þér. Ok. Hérna, COVID hefur haft mikil áhrif á okkar bransa. Já. Við elskum að spila fyrir raman fólk. Við höfum báðir spilað á hátíð sem heitir Secret Solstice. Hvaða ár var hún fyrst haldin á Íslandi? Secret Solstice? Yes. 2011. Er það lokasvar? Já. Nei. Það er 2014. Ég veist eins og þarna, eins og þetta og Bad og svona. Já, ef það hefur aðeins hugsað. Nó, ok. Ég hef ekki hugmynd. Það er þroskast að hugsa. Ég hef ekki hugmynd, sko. Eins og með Solstice, þú veist, ég fór aldrei á Solstice eða einu sinni eitthvað en ég fór að spila það. Já. Heyrðu, nöfn. Yes. Snild. Snild. Ha? Nöfn eru snild. Já, ok. Og þau hafa verið lengi. Já. Þú veist, nöfn hafa bara í gegnum tíðina verið lengi. Fyllt okkur, bara eins og úlfar og hundar. Já. En hvað er algengasta nafn á Íslandi? Á Íslandi? Já. Og ég skal gefa þér smá fakt að árið 1703 þá hét 1 af hverjum 4 að þetta er náttúrulega skiptist í kyn. Ég skal bara segja, þetta er karlmannsnafn. Okay. Og 1 af hverjum 4 mönnum hét þetta nafn í 1703. Ok. Er þetta fornafn eða millinafn? Þú veist, ég held að þetta sé bara það sem er algengast nota sem fornafn eða millinafn. Ok. En örugglega fornafn. Er það málið það? Er þetta Jón eða? Nei, fuck, ok. Ég ætla ekki sko annarkvort Jón eða Þór. Já. Jón finnst mér vera svo basic að það sé vinsælast. Ég ætla að segja Þór. Nei, anskotin. Ég segi Jón. En hugsa þess að meina líka. Heldur að Jón og Þór finnst þér eina sem kemur til greina? Mér finnst það svona líklegast, sko.
Guðmundur ég veit það ekki ég ætla að segja bara Jón Lokasvar. Já. Það er rétt. Í alvörinni? Djöfull maður. Hugsaði meira. Hugsaði þess meira. Næst algengasta nafnið er Guðrún. Já. Garún. Ég hefði nú örugglega getað giskað á það. Nei. Guðrún. Er ekki Sara eða... Já, reyndar. Heyrðu. Jóna. Númer 4. Já. Tunglið. Já. Hið stóra í himninum sem við sjáum stundum á daginn yfirleitt á næturna. Og í hvað átt er það aftur? Það er í svona... Ok. Hvað hét geimfarið sem lenti á tunglinu? Apollo 9. Apollo 9. Lokasvar. Það er lokasvar? Já. Það er rangt. Er Apollo 11? Nei. Apollo 13. Ói, maður. Ég veit ekki sem af hverju ég vissi að það væri Apollo. Apollo 9. Apollo 9. Það hljómar samt svo vel. Apollo 9. Er það betra en Apollo 13? Já, það er Apollo 9. Apollo 9. Já, pröfa að segja Apollo 9. Apollo 9. Apollo 13. Þetta er hljómanum sem segir I pull a 9. Apollo 9. Apollo 9 on the moon. Apollo 13. Já, það er þetta virkað líka. Ok, þannig að, já, ég er að skýta hérna, sko. Hvað er staðan? 1-0 fyrir þér, held ég. Ok. Nei, 2-0. Shit. Og þú gískaði Jón. Já, gískaði Jón, já. Og gískaði, já, bræðurstofnið. Já, Puma, ok. Maður á aldrei að taka neitt sem ég veit nú þegar, sko. Heyrðu, talandi nafni Jón. Já. Við áttum einu sinni mann. Áttum við einu sinni mann? Já, Íslendingar. Já, ok. Sem heiti Jón Páll. Já. Sigmarsson. Einmitt. Og hann var keppinautur í kraftliftingum og frumkvöðl og var í svala auglýsingum. Já. En hvað vann Jón Páll sterkasti maður í heimi oft? Hann er náttúrulega the goat í því dæmi, sko. Já. Ég ætla að segja hann hafi unnið að 4 sinnum. Lokasvar. Geir, þetta er ekki hægt, sko. Er það rétt? Það er rétt. Já. Þetta var satt gísk, sko. Maður. Já, ok, hvað er með þína? Já, 3-0. Ok. Sko, ég á 2 eftir. Þú átt möguleika á að jafna. Hvernig meika það sens ef þú 2 eftir og 3-0? Sko, það setja ekki með einhverja starfsfræðisspurningar. Leonardo DiCaprio gerði garðinn frægan með Titanic og fleiri myndum. Já. Oft svikinn Óskarsverðlaunin. Já. En fyrir hvaða mynd fékk Leonardo DiCaprio Óskarinn? The Revenant. Lokasvar. Það er lokasvar? Já. Það er rétt. Yes, maður, ég vissi það. Ég var svo smá að efa hvort að The Revenant væri rétt svar en ég vissi hvað mynd það var. Já. Það er bara hárrétt verkefni. Yes, maður. Þannig ég get jafnað bara ef ég næstu. Staðan 3-1. Ok, þessi er svona smá. Facebook. Yes. Facebook. Er okkar tíma MySpace. Já. Og ungur frumkvöðl sem bjóð það til ásamt vinum sínum. MySpace. Facebook, ok, já. Mark. Zuckerberg. Já. Zuckerberg. Marcus Zuckerberg. En hvenar var Facebook launchað officially? Var það árið 2004? Það lokasvar. Hugsa þetta eins. Ég ætla að segja að það sé lokasvar. Já, það er ég. Þetta er ekki þetta. Djöfull var kallinn slappur í dag, maður. Þetta er búið að vera ógeðslega gaman. Heyrðu. Ég var að koma með erfiðari, sko. Hérna, seinna spurningin mér bara. Nefndu 4 forseta Íslands. Nefndu 4 sem hafa verið forsetar á Íslandi. Já, Vigdís, Ólafur Ragnar, Guðni TH. Já, og það var bara einn viðbót, já. Sveinn. Hvað er svona? Þarf ég að segja það? Já, þú getur ekki sagt bara nonni. Bara Sveinn forseti. Ok, af því að ég er að... Sveinn forseti, hann var fyrst í forsetin okkar. Já, það er rétt hjá þér. Ég ætla að gefa þér þetta. Sveinn, ok, hann heit eitthvað Bíesson. Rétt. Já, Benónísson, Bernharðsson.
Af hverju myndir gíska á... Já, það er Björnsson. Af hverju myndir gíska á Benóni og Bernharðsson á undan Björnsson? Mér fannst það bara vera eitthvað þannig. Fyrst ég ætli Benónísson, en svo fannst mér Bernharðsson vera eitthvað mega sens. En já, Sveinn Björnsson. Já, þetta er rétt. Ég geði þetta. Hvað, 4-4? Ok. Heyrðu, daginn fylltist samfélagsmiðlar, allstaðar, af áslistum Spotify. Já, rétt. Og við höfum oft, þegar það kemur, þá ég set mitt nú ekki í story, en ég sýni þér það oft. Já, einmitt. Því að eins og í fyrra var ég númer 1 hjá mér sjálfum, en í ár varst það þú. Já. Hvað, var eitthvað sem komur óvart á þínum? Sko, minn er svolítið skrítinn, af því að einhvern tímann í febrúar þá sett ég á upp til hópa eða það hefði gert óvart eða eitthvað hannig og það, þú veist, það hefur verið bara í marga klukkutíma á repeat og það fokkaði upp listanum mínum, þannig að þú veist, í fyrsta sæti hjá mér er náttúrulega Ty Dolla $ign, skilurðu, svo er Drake á listanum, Dr. Hook og svo er sérst Herran Heitsmur og Ingi Bauer. Já. Þannig að listi minn er flawed þarna, en ég samt þróast ekkert á milli árana. Það er held ég búið að vera bara 3 ár í röð, er bara já, Ty Dolla $ign, Drake og Dr. Hook og Herran Heitsmur í toppsætunum, sko. Er Dr. Hook að henda ykkur í fersku út, eða? Hann er alltaf að bralla eitthvað, sko. Hann, eru þeir ekki hljómsveita? Jú. Já, nei, það vantaði Birdman á listan núna, það er örugglega Ingi Bauer hefur tekið við á honum. Já, mér finnst bara svo fyndið, eins og í fyrra, ég skammast mér smá, sko. Þú veist, þegar ég hafði hlustað langmest á sjálfar mig og mín lög á Spotify. Hvað, ég skil ekki þá skömm. Nei, að mér finnst það bara svo furðulegt, skilur þegar, út af þú veist, ég er kannski búin að vera með lögin ekki á Spotify í ár, hlustaðu endalaust og komið út á Spotify og þú veist, þú varst númer 1 hjá mér, en mest hlustað lagið var stúdíóð með mér á. Mér finnst það bara eitthvað svo furðulegt. Ég finn samt, ég hlustaði miklu meira tónlist í ár heldur en í fyrra. Ég hlustaði ógeðslega lítið á tónlist í fyrra, sko. Ég hlustaði bara frekar lítið á tónlist bæði í ár og fyrra, sko. Aha. Já. Hvenær hlustar á tónlist? Ég hlusta mjög sjaldan á tónlist. Ég hlusta á podcast þegar ég er að fara að sofa. Já. Og ég hlusta eiginlega bara... En í bílnum? Ég hlusta yfirleitt á podcast í bílnum ef ég er að fara eitthvað langt. En ertu ofta að fara eitthvað langt? Já, bara í stúdíó eða eitthvað. Já. Veist, ef ég er að fara að keyra í hálftíma, ég er ólíklegur að hlusta á tónlist, sko. Já. Ekki nema það sé bara, þú veist, 2 Chainz var að gefa út plötu, eller Luan var að gefa út plötu, eða hvað þannig, skilur. Annars er ég bara alltaf að hlusta á sömu fucking lögin. Já. Sem ég þarf að gera eitthvað í, sko. 2 Chainz seldi náttúrulega solid 17K á síðustu plötu, eða eitthvað. Já. Hann er kóngurinn. Ég stuði minn mann. Hvað varst þér versus þarna á Gucci Mane og Yeezy? Horfður á það? Ég horfði á smá að því. Þú veist... ég veit það ekki. Ég hafði ekkert rosalega mikla skoðun á þessu. Þetta var... Mér fannst Gucci Mane vera smá barnalegur í byrjun, sko. Já. Og svona í gegn, en svo í endan fannst mér að sjá á sig, sko. Já. Þegar hann... Mér fannst þeir báðir létt barnalegi, sko. Af því að, sko, Young Jeezy var þarna, þú veist, til að sættast, skilur Já. og var greinilega the bigger person. Já. En var alltaf að segja að hann væri the bigger person. Og var náttúrulega að promóta plötunum sína. Já. Og alltaf að segja, I'm just gonna be the bigger man here. Og alltaf að tala bara, I'm a grown man. Og eitthvað svona bara, þú veist, hætt að segja þetta, skilur. Þú þarft ekki að segja það endalaust að þú sért stærri aðilinn og þú sért fullorðinn maður og eitthvað þannig. Leiðu bara verkunum að tala, skilur. Það er svo óþægilegt. Já, ég horfði á það. Mér fannst einmitt þegar hann tók að hann dislæði. Mér fannst bara Gucci vera að reyna að vera disrespectful. Ég skil alveg að þú viljir ekki, þú veist, þakka eitthvað lög niður, skilur. En þú veist, mér fannst það svo mikið verið einhvern veginn að nutta sig í smettið á Jeezy, skilur, hann drap einhvern vinn hans og... Já. En auðvitað sendi Jeezy vinn sinn... Já, ég skil hann alveg, sko. Gucci, hann er mjög gramur greinilega út í það. Já, hann er mjög gramur, skilur, en hann er líka mjög stoltur af þessu. Já. Að hafa drepið hann, skilur, að hafa að lifa þetta af, skilur. Já. Ég held, sko, ég las náttúrulega bókinars, Gucci Mane, og þar talaði hann ég held að þetta hafi bara verið svolítið óryggið þarna. Já. Á hana, að því að hann talaði í bókina að, þú veist, að Rick Ross kom upp á honum bara 2006 eða 2007 eða eitthvað, þú veist, þetta var bara tiltrúlega nýbúið að gerast og hann nýbúið að dæmi þessu og hann kom, þú veist, ekki komst upp með þetta en það var bara dæmt honum í hag að þetta hefði verið sjálfsvörn
og þá hafði Rick Ross komið upp á hann backstage einhvers staðar á Summer Jam eða eitthvað og satt bara ég gaur, bara ef ég hefði drepið einhvern skilur í svona aðstæðum, ég myndi aldrei hætta að rappa það sko. Og veist, og var talið með og í bókinni segi Gucci Mane að honum fannst þetta svo fucking lame af Rick Ross af því að hann var ekkert eitthvað sjúklega stoltur af þessu. Já. Veist, og honum fannst þetta bara gett erfitt og eitthvað. Aha. Já. Áttu það bókina? Ég held að Arnar Leó sé með hana. Ég lána hann leið að ég kláraði hana og ég held að hann sé ennþá með hana. Ég var til að fara hana. Já. Hún mjög góð, sko. En heyrðu, ég var að kíkja í Samsæris. Samsæri. Samsæriskenningar. Sko, ég ætlaði ekki að taka upp símann. Nei. En ég ætlaði samt að gera það, bara til að hafa þetta alveg á hreinu. Það er svona samsæriskenning að ganga og búin að ganga. Hún er reyndar aðeins búin að fara niður núna eftir að Joe Biden vann. En það er svona það, og þú er auðvitað séð eitthvað um þetta, að Melania Trump að það sem hafi verið replacement woman fyrir hana. Aha. Já. Að sem á alls konar viðburðum. Þú líka að koma fram, ég veit ekki hvað hann er að fara að segja. Já. Ég er sem búin að grafa eins einhverju samsæriskenningu og ég er að segja huginn frá henni. Samsæriskenningin er svo að það náttúrulega hefur aldrei, allan ekki síðan að ég man eftir mér, verið svona slime vibes í Hvíta-húsinu milli hjónuna. The President and the First Lady. Já. Og þau, þú veist, og sem sagt, sources segja að þau eru bara að sofa í sikkur í herbygginu og meira segja hún og barnið þeirra voru lengi vel bara bjuggu í New York á meðan hann var í Hvíta-húsinu. Eða barn saman? Já, eða ekki. Eða allavega barnið hennar. Já, það er sem talið að hún hafi bara ekki nefnt þessu neitt, skilur. Já. Og það er sem sagt alls konar myndir og myndbönd þar sem að hann er að halda einhverja ræður. Já. Þar sem að hún er eitthvað svona í bakgrunn og hún er alltaf með sólgleru og hárið svona eins mikið fyrir og hægt er og kannski klút hálsinn og hannig. Og þá er verið að bera saman myndir af henni þarna og bara myndir af henni á Instagram, skilur. Og það er þetta bara ekkert líkt henni. Og þá er þetta bara sagt, já, það er sagt, body double. Já, þetta er body double. Shit. Það er samsæriskenningin og að þau séu bara ekki bara neitt hérna náinn eða bara basically hati hvort annað. En til hvers? Þú veist, af hverju má forseti ekki vera, þú veist, bara skilinn maður eða ég held að það sé að því að sko Bandaríkin eru bara ekki tilbúin í það, sko. Nei. En þú veist, það verðist, ég held ég hef aldrei síðan innstæðar að þú veist, forseti sé bara innleipur faðir eða eða innleip kona, skilur, eða eitthvað. Það var allan ekki verið á Íslandi, held ég. Eða hvað, var Vigdís a single lady? Ég veit það ekki. Við skulum ekki fara að tala um þess að við veitum ekki neitt um. En mér finnst þetta alveg að því að sko það koma náttúrulega reglulega upp einhverju svona samsæriskenningar einhver body doubles og eitthvað. Og mér langaði að ræða einu svona aðra, bara svona létt. Avril Lavigne. Já, ég hef lesið um það, sko. Þú hefur lesið um það? Já. Það er samt creepy, sko. Ég var að tala um að hún hafi bara dáið. Já. Og sé bara komin einhver önnur í stæðan. Já. Sem er fucking steikt, sko, af því að hún er ekkert að gera rugglaði hluti okkur á dúna, sko. Nei, en ég var að horfa bara vídeo um daginn. Ég horfa mikið á hérna H3. Þau voru að tala með það. Ég bara skil ekki, Avril Lavigne var sérst söngkona fyrir það kannski yngri hlustendur. He was scared boy, he said see you later boy og hinn lögin. Anna, hvað heitir þetta hérna? Hey, you, I don't like a girlfriend, no way, think you need a new one. Já. Gauður, við þurfum að gera svona lag, sko. Við þurfum ángríns að fara að gera eitthvað svona pop-punk lög, sko. Ég var einmitt, frekar sýrði, ég var að hlusta á hérna eitthvað viðtal við Hreim. Já. Hérna sem var í Land og Synir. Land og Synir, já. Og hérna, og þeir Land og Synir gerðu samning við eitthvað plötufyrirtæki úti. Já. Og gáðu plötu út á ensku sem létt svona teenage dirtbag vibe, sko. Ég veit ekki alveg okkur ég fór að tala með þetta, en þetta sá ég. Var það Land og Synir sem að fengu útgáfusamning úti eða voru að fara út að skrifa undir hann og átt að fara út 12. september?
2001 sko, já, þeir skrifuðu samning já. og hann Hreimur átt að fara út 12. september að finna íbúð fyrir það, eitthvað svona headbase eitthvað voru búin að gera íbúð, þeir fengu $350,000 til að gera fyrstu plötuna sína og skrifuðu undir 5 platan samning. Shit. En svo þegar 9/11 gerist að þá droppaði fyrirtækið öllum erlendum aktum og keyrðu bara á bandaríska artista. Já, þú veist, og já, en platan kom út, sant, þú veist, en ekki undir hinum plötufyrirtækinu, bara hérna á Íslandi. Já, ok. Það plata sem að kosta $250,000 skilur, kom bara út á ensku hérna heima. Er hún til á Spotify, ja? Hún til á Spotify. Er hún visslega, eru slustað hana? Nei, ég var bara klárið í morgun þegar ég var á leiðinni heim á æfingu og tjekkaði á einhverju 1-2 lögum. Eitt lag var bara alveg eins og Teenage Dirtbag. Já, en þú veist, þetta er náttúrulega þessi tími, skilur, 2002 eða eitthvað. Ég man ekki alveg hvað hann heitir samt, platan. En þetta er alveg nett saga, sko, þú veist, að missa bara plötusamning út af 9/11. Já, það er ruglað. En hvað finnst þér þetta Avril Lavigne dæmi? Þú veist, og það mér finnst, ég skil ekki alveg pointið og ég skil ekki alveg hvernig þetta á að gerast að Sko, ég skil ekki pointið með Avril Lavigne. Ég myndi skilja þetta með Justin Bieber eða eitthvað, skilur, en Avril Lavigne, þetta er bara eitthvað svona algjört has-been sem er bara gift söngvaranum í Nickelback. Er hún það? Ég held það, já. En ég held samt líka að ég held að sé líka að vera að tala um þetta hafi gerst 2005 eða eitthvað, sko. Þú veist, þetta sé ekki bara eitthvað 2019 dón og kom nýja Avril Lavigne. Já, ok. En þú veist, mér fannst við þurfum kannski að kíkja þess betur á það, sko. Ég vissi ekki þetta með Melania Trump, sko. Nei. En ég hafði alltaf heyrt eitthvað svona vídeo, sjáu við þarna, hún vill ekki leiða hann eitthvað. En ég var bara, þú veist, ok, þú veist, svo hugsa ég líka bara, ok, kannski kemur þetta bara illa út eða eitthvað, en svo líka bara, ok, þú veist, þau eru kannski going through a rough patch. Svo skilningsríkur hinn. Nei, þú veist, ég bara skil ekki af hverju, þú veist, forsetinn má ekki forsetar rífast alveg, sko. Eða forsetar eiga alveg vandamálstrið, og þessu forsetar. Þú veist, og Barack og Michelle Obama voru alltaf hamingjusöm, en þau voru ekki hamingjusöm bak við lukta dyr, skilur. Ég er ekki að segja að þau hafa verið óhamingjusöm. Nei, ég held að það hafa verið komið inn að bara að þú veist, þau rifust og þetta var mjög mikið pressa. Já, besta sem gerðist fyrir hjónabandið var að hann kláraði þessi tímabil. Já, og þú veist, en þú veist, mér finnst bara svo furðulegt hvað einhvern veginn, en þú veist, utanfrá þurfti þetta alltaf að lúkka bara eins og þau væru bara on top of the world, sko. Já, bara 2 börn og hundur og... Já, og bara alltaf brosandi og hún með fitness DFT og hann bara, þú veist, að spila golf með einhverjum gaurum og, eða skilur þú veist. Hún með fitness DFT. Já, hún var alltaf með eitthvað svona, hún var alltaf í Ellen eitthvað. Ég var mikill svona talkshow kall, sko. Það er alltaf eitt conspiracy theory sem ég ætla að henda inn í viðbót, sem á eftir að gerast og ég ætla að kalla þetta. Á eftir að gerast? Já. Ég er sérst með smá conspiracy theory. Það er náttúrulega Joe Biden var að vinna. Já. Hann er ekkert eðlilega kalkaður. Hann er náttúrulega eldri en Trump. Já. En mér finnst það líka svo út í hött að hann er 78 ára. Já, einmitt. Hann er 78 ára gamall. Já. Og ég er búinn að vera að horfa á, sko... Það er ekki langtímalausn hjá Bandaríkjunum, sko. Ég er búinn að horfa á vídeo. Já. Þar sem að hann er í viðtölum og eitthvað. Já. Og gæinn er bara farinn. Þú veist, hann er bara í live vídeoi. Já. Og það er bara, þú veist, þetta er bara á CNN eða eitthvað, skilur, eða Fox eða eitthvað. Og hann er bara, og hann svarar einhverju spurningu og bara, nei, getur við tekið þetta aftur hérna? Og bara, nei, við erum live. Og verður bara svona, hann er bara eldgamall kall sem veit ekkert hvað hann er. Án gríns. Þetta er sturlað að horfa á þetta, sko. En mér var engin hútskýring á bak við þetta? Nei, hann er bara farinn. Hann er bara alveg farinn á því. Nei, ég sverða. Joe Biden sem er að vinna forsetakosningar. Já, er hann alveg farinn? Hann er alveg farinn og hérna er mitt conspiracy theory. Að stuttu eftir að hann tekur við þá stígur hann til hliðar út af heilsufarstástæðum og Kamala Harris tekur við forsetaembættinu. Það er mitt conspiracy theory að hann átti aldrei að vera forseti. Aha. Já. Út af hann er alveg farinn, kallinn. Já. Og það bara easy vote að því hann var búinn að vera með Barack Obama og hvað hann. Já, ég stið það. Mér finnst það líka þegar ég var að skoða þetta. Ég náttúrulega var ekki djúpt sokkinn inn í Bandaríkjakosningar þannig þegar ég var að skoða að hann var í 78 ára. Mér finnst það bara ekki alveg mega sens. Nei, ég skal sýna það vídeo af viðtölum með hann því að maður er bara svona, þú veist, þetta er ángurinn sem svo gamall kall Steindin með sketsin með Steinda. Það sem er bara, hvað er internet ekki? Hann er bara í alvörunni bara
maður bara uff. Já, en svo er líka það, hvað er fólk venjulega að lifa lengi, kannski 75 til 80 ára eða eitthvað. Hvað er planið? Eða skilur þú, hvað er planið með... Planið er Kamala Harris. Heldur það? Já. Já, mér finnst að nett ef að það er rétt, skilur. Mér finnst það samt smá leiðilegt. Eru þau ekki mismunandi flokkum? Ég veit það ekki. Nei, hún er allavega ekki republikani. Já, ok. Erum við alveg út að taka þetta? Mér finnst þetta smá af því að, hún mun taka við. Það er mitt take á þessu. Og það mun svo mikið sverta, sko... Ég ætla að googla hvað flokkuð þau er. Þú veist, af því að hún er ekki að hún sem fórseti, skilur, upp á, þú veist, já, hún er svört og já, hún er kona og eitthvað, skilur, en það mun alltaf vera hægt að skjóta á hana, skilur, nei, þú varst ekki lýðræðislega kosin. Já. Þú veist, það var gamalt hvítur kall sem var kosin og þú tókstu við. Já. Þannig að, mér svona, hvað ég meina? Já, en það er út af því að þú heldur að þetta sé eitthvað plott. Já, það er mitt ekki. Ég líka er ekki tím hún, sko. Ekki? Nei. Akkurru? Bara hún er búin að, senda ekkert eðlilega marga í fangelsi fyrir vörslu á grasi og eitthvað annir og svo nú er hún að segja í viðtölum bara fyrir nokkrum árum. Já, ok. Svo er hún að segja núna í viðtölum að hún hafi verið að reykja grasi í háskóla og uppáhald, bara favorite rapper alive is Tupac og bara ég veit svo allt og lítið þetta til að vera eitthvað að tjá mig þetta. Já, ég reyndar að veit fárlega lítið. Ég vil kannski stressa það ekki nóg mikið að ég veit ekki neitt um neitt. Nei, þú peppar hann ekki. Ég peppa hann ekki, ég er ekki tím Kamala Harris. Ég er náttúrulega heldur ekki tím Trump og ég er heldur ekki tím Joe Biden, sko. Kamala Harris, býðum. Biden er eitthvað ógeð líka, sko. Aha. Já. Ég sé vídjón á honum þar sem hann er eitthvað bara snerta börn mjög óviðandi og það er ógeðslegt, sko. Já, hún er demokrat. Svo er þetta að fagna eins og hann væri bara þetta eru svo tveir svo ömulegir valkostir, Trump og Biden, sko. Já. Var hann snerta börn óðegandi? Akkur var hann að því? Á vídeói? Já, á vídeói. Og það er sko... Hvað, bara eitthvað fæsmynda? Nei, við erum bara að tala um compilation, sko. Ég skal bara sýna þetta eftir. Ok, en... Já, og þú veist, er alveg augljóst að þetta er eitthvað... Þetta er mjög óþægilegt, sko. Já. Ógeðslega óþægilegt, sko. Og þú veist, kiss á kinnina og eitthvað svona... Þetta er bara... Það er massa ógeðslega væpi, sko. En ég ætla samt að stressa það að ég er ekki Trump, þú veist, ég er ekki að reyna einhverju smear campaign Nei. Þú veist, mér finnst þetta bara allt ógeðslegt. Já. Ég bara veit svo lítið um það. Ég vissi ekki með þessa Kamala Harris að... Ég stressa náttúrulega aftur og ég veit ekki neitt um neitt. Þetta er bara mínar persónulegu skoðanir sem ég stend ekki og fell ekki með. Ég stressa að þetta er ekki... skoðanir félagsmiðstöðurinnar. Þetta eru mínar skoðunir þennan klukkutíman sem að gæti breyst næsta klukkutíma. Og ég veit að ég hef bara fílað Joe Biden eða eitthvað. Ég veit ekki. Mér finnst það virkar sem fítgur. Ég er svo sem bara séð takk í sjónvarpinu. Já, ég veit ekkert um hann, sko. Og veit ekkert um Kamala Harris heldur. Nei. En ég veit að er hún ekki fyrsta svarta konan til að vera kosin sem varaforseti? Jú. Bæði held ég fyrsta svarta manneskjan og fyrsta konan. Geðvitt. Og fyrsta svarta konan, náttúrulega. Já, ég sá einmitt eitthvað á einhver staðar, eitthvað svona dæmi, svona myndir af öllum varaforsetunum. Já. Allt bara gamli hvíti kallar. Og svo hún. Það er fáralegt, sko. Já. Það er crazy. Crazy in the brain house. Heyrðu, ég gleymdi þetta að segja þér, þú spyrir mig hvað gerist um helgina, þannig við ljúkum þessari pólitísku umræðina. Það sem að ég gerði um helgina, og þá, sko, Sara fór í, ég sem sagt, var einn með Björgun. Já. Og við vorum að chilla, og það var mjög næs, mjög gaman. Og, en það sem ég gerði í gær, og ég áttaði mig á eftir á að það var mjög mikill kontrast þarna á milli. Ég sem sagt, ég var að spila kód í gærkvöldi. Já. Eftir það fjárfesti ég í sjóðum og verðbréfum. Ok. Og svo fór ég að krassa eitthvað stream á TikTok. Já! Við ætlum að ræða þetta. Það sem var einhver 35 ára kona út á landi. Já. Það sem voru 3 að horfa. Já. Og ég var bara eitthvað bulla í öllum hana.
og ég náttúrulega heiti Herran Hitsmjörn á TikTok en ég ekki verified og ég með, þú veist, 3500 fylgjendur sem svona, ok, gæti verið Herran Hitsmjörn, gæti samt verið ekki Herran Hitsmjörn og ég var svona að gera í því að haga mér eins og fá þetta, samt ekki dónalegur ég var bara geðt steiktur á því bara heimskur og og það var eitthvað gæja sem heit Brúsa TV sem var að segja, vissu að Herran Hitsmjörn og Maggi Mix sami gæin, þetta eru karakterar og ég tók þetta svona eins og ég tæk þetta gett nærri mér þú ert legari Brúsa TV legari svona, það kom einhver nýrin í tjatti það bara velkomin Arnar Jóns 22 Brúsa TV legari og hann Mr. Sigo og Siggu Beintens í Herjólfi 2009 þetta eitthvað sem ég hafði ekki sagt þér að ég var að gera fyrir en við vorum á Akureyri var ekki Akureyri hitti fyrir það eitthvað þetta eitthvað sem ég stundaði nokkur ár það að fara Twitch sem svona streymi það sem að fólk að streyma töluleikjum þetta svo ballalegt og ég bý til account og ég man sérstaklega eftir einu það sem ég bjóð til account sem The Icelandic Witch íslenska nornin og ég fann eitthvað gaur og ég alltaf bara að bugga þetta lið þessi gaur, og þessi ég kannski finna eitthvað sem bara 2-3 að horfa og ég bara, og það ekkert að gera ég bara endalaust að kommenta bara what do you think about the dwarves MMA alcoholic community og þeir eru bara what is that og svo fer ég svona lengra og lengra með það þangað til að þessi gæi blokkaði mig og þá bjóð ég til í Icelandic Witch 2 Icelandic Witch 3, 4, 5, 6 bara hann blokkað mig alltaf aftur leið ég kom þannig ég fór að búa til not the Icelandic Witch og kom bara hello this is not the Icelandic Witch og ég var bara í svona 5 klukkutíma að gera eitthvað brjálan og þú getur búið til nýjan account á þess að ég skrifa bara eitthvað print mail skilur, þú þarft ekki að samþykja svo bara fer ég bindina á hana bara hey guys, whoa, what is going on here why are you so mad bara not the Icelandic Witch 14 og það svo ógeðslega fyndið út af þeir byrja svona wow, nice, eitthvað að spurja mig bara svona how are you doing, eitthvað, where do you live eitthvað, og svo fer ég bara út í eitthvað algjör kjaft og þú ert einn eða ekki ég hef oft verið einn, en þú veist, ég náttúrulega hef líka verið með þér þetta bara ekkert eðlilega fyndið þetta ógeðslega fyndið, ég var einn upp í sófa klukkan bara 2 í nótt frammi bara að grenja úr hlátri og það var bara að bugga einhvern gaur og þá hann kannski búin að stríma í 4 ár komið með 7 followers svo mæti bara The Icelandic Witch og ég geði þetta áhugasum og bara milljón og þeir eru bara please stop bara leave me alone skilur og ég hef líka lent á svona gaurum það er sem eru kannski með 15 followers eitthvað og með svona fólk sem er bara svona þeirra aðal bara svona, oh hey, welcome back John Riley og þeir eru sem bara fylgja með þeim í mörg ár og svona styrkir það og svona og ég oft farin að rífast við þetta lið þeir bara, stop this right now you do not belong to this community we're a tight-knit community get out of here Icelandic Witch hello, this is not the Icelandic Witch wow, what is going on here, who is the Icelandic Witch you're talking about og svo bara, og þetta svo og það finnst þetta svo fyndið, ég fæ ekki nóg að þessu að bara svona vera blokkar og svo bara 1 mínúta tekur mig bara búið til not the Icelandic Witch 15 in, hey guys, how are you guys doing og hann bara, oh thank you for the follow not the Icelandic Witch 14 bara, get out of here það er ekkert eðlilega fyndið við þurfum að gera þetta oftar, ég man nefnilega ég held ég að við sýndu þetta þegar við vorum á Akureyri einhvern tímann, ég þú og Orri og við vorum að fokkast í einhverjum upp á hótelherbyggi áður fyrir það hafði ég ekkert sagt þér ég hef búin að gera þetta svolítið lengi þetta er ógeðslega fyndið hobby ég segi að einhvern tímann verðum við með eitthvað stream þar sem við gerum þetta og sýnum fólki hvernig við gerum þetta ég er til ég er mjög til þetta er eitthvað áhugamál sem fólk getur tekið upp því að þetta er svo saklaust en pirrandi skilur við alltaf bara hæ þetta er svona eins og hann að auðvitað sveppa þegar hann að sveppi var að senda hann sem krakka það gett saklust en þetta er fucking pirrandi love þig hí love þig Öddi já ég þetta var ógeðist þetta var svo skrítið kvöld ég er svo svona ég er þroskaður á sumum sviðum og sumum sviðum er ég mjög óþroskaður og þetta var svo fullkomið þetta kvöld í gera sem ég bara ég ætla að svæfa son minn og svo ætla ég að fara í kot og fara svo troll á Twitch svo ætla ég að fara að kaupa í sjóðum og kaupa verðbréf
og svo ætla ég að fara á Twitch á TikTok að bugga eitthvað lið til 2 nótina. Það samt geggjað svona jafnvægi. Þetta var geggjað kvöld. Maður verður að halda í, sko. Ég er svolítið á því, sko. Ég er svolítið á því að, þú veist, eftir 22, 20, þá hættir fólk að þroskast. Já. Það verður bara reyndara og lærir. Já. En það er svo mikilvægt að halda í The baby, sko. Já. Ég held að vera svo geðveikt, sko, okkar kynslóð, ef við komum á elliheimili. Já. Með að við, þú veist, eins og ömmur okkar afa núna, skilur, sem er, þú veist, svo afi minn. Ég vil kannski ekkert fjóla eitthvað í afa minn, en þú veist, bara eins og gamla fólk það er alltaf svo mikið þögn heima í þeim. Já. Bara svona maður það bara er ekkert í gangi, skilur. Ekki stemming. Nei, þeim finnst þetta stemming, skilur. Bara að lesa dagblaðið og eitthvað svona, skilur. Leggja kapal og fá sér kaffibolla, en þú veist, við verðum bara í Call of Duty. Við verðum bara með í Call of Duty 20. Já, bara með herbyggi hlið við hlið, það saman í herbyggi kóju. Step grandpas. Já, step grandpas maður. Og já, við verðum með 2 herbyggi hlið við hlið, en við notum eitt sem svefnaðarstöð. Og svo verðum við með gaming room við hliðin á. Jókur. Það er það sem ég held að vera svo mikið. Fólk verður bara í Call of Duty, fólk verður bara í hinn og þessu, skilur. Já. Ég held að vera miklu meiri svona, þú veist, já, ég mér líður eins og þegar við vorum gamli. Já, maður svona muni leyfa sem meira, sko. Já, klárlega. Ég hlakka mjög til að vera gamall, bara einhver elliheimili með VR headset og vindil og vindil, já. Úff, og bara í kóju með mér. Já. Kójufyllir í. Kójufyllir í með mér. Bara láta svo við gleipum pillundar sem láta okkur hafa og svo bara taka allar á föstu degi. Djöfisistella. Þetta er búið að vera stemming. Já. Hvað brennum við í dag? Heyrðu, ég er náttúrulega búin að vera á svo miklu flakki síðust að ég er búin að skrópa svolítið þrifin. Já. Þannig ég ætla heim til mín að þrífa. Ég er eftir á í þvottavélinni og uppþvottavélinni og öllu. Ég ætla að fara í búðina bara og fara heim að þrífa. En þú? Ég ætla að kíkja upp í stúdíó. Já. Ég ætla fyrst reyndar að stoppa í vindlabúð og ég er að fara að taka session með Þormóði og kíkja kannski á Söru og Björgvin fyrir það og ég þarf aðeins að kannski tjekka á Bros. Já. Ég er ekki búin að heyra neitt í þeim varandi bóluna. Nei. Peysunar, já, sama hér. Já. Þannig að já, bara eitthvað basic og einhverju tölvupóstar og gera mig ready fyrir skólagönguna í janúar. Já. Fara kannski að kaupa mér hamar. Ég fyrir ekki að kaupa mér hamar. Þú þarft að kaupa svona, þegar ég byrjaði, þú þarft að kaupa svona verkfæratösku. Já. Sög, hamar og svona fullt ekkur dóti í. Hvað kostar verkfæratösku? Þetta er kannski eitthvað 40 skall. Á algjörlega öðrum nótum er eitthvað séns að þú getur lánað mér 39 skall eða? Já, það er ekkert mál fyrir mig, sko. En það er ríkasti vinur minn. Herðu, við þökkum kærlega fyrir. Yes, gangið vel með verðbréfun. Herðu, þegiðu. Guð geymi þig. Guð geymi þig. Guð blessi þig. Guð blessi þig. Og gangið vel. Og gangið þér vel. Love you. Love you.